Ok, þá höldum við áfram og förum núna að skoða eitthvað sem tengist efni áfangans. En bara rétt að byrja að leggja smá svona línur, fara yfir svona þessar hluti sem við erum að tala skilgreinum nokkur hugtök. Þetta svona, það meira þetta í kennslubókinni. Þetta líka svona eitthvað sem að ég geti verið að endurtaka eitthvað sem ég búin að heyra í einhverjum öðrum áfanga eða þið munu heyra aftur í einhverjum enn öðrum áfanga. En bara svona fyrir completeness. Við erum svolítið að fara að vinna í vefforritun, en vefforritun svolítið ólík til dæmis eins og tölvunarfræði 1 eða tölvunarfræði bara yfir höfuð eða strjálstarfræði eða eitthvað svoleiðis, sem þetta töluvert svona praktískara myndi ég vilja segja. Að þetta svona þeir voða mikið að skrifa forrit sem bara taka eitthvað inntak úr einhverju skrá og skila einhverju úttaki í terminal sem bara einhver tala. Hérna förum við mjög hratt að búa til eitthvað sem sést á skjá og hægt að deila með öðrum. Þannig að þetta svolítið að því leyti vefurinn afskaplega skemmtilegur, að þetta svona, þegar búin að læra þetta þá geti ég bara búið til eitthvað og fólk getur fara að skoða og þetta bara, þetta yndislegt umhverfi, vefurinn. En þetta byggir allt saman ofan á svona tölvunarfræði hugtökum og svona. Og þó við svona notum ekki mikið þessi hugtök, þá munum við eitthvað lendi í að sjá svona mismunandi talnakerfi. Við munum náttúrulega mest bara vera að vinna í taugakerfi, en þegar við förum að vinna með liti, þá erum við mikið að nota 16-kerfi og þessar klassísku veldi af tveimur, þessar skilgreina hlutina, 2, 4, 8, 16, 32 upp í 255 eða 256 yfirleitt. Og þá nota ég yfirleitt á hex eða hexadecimal og stundum 16-kerfi. Þannig að þetta svona sem við munum heyra. Þetta náttúrulega miklu meira og miklu meira svona core í öðrum kúrsum. Þannig að það margföldun þarna með veldum og einhverju svona eitthvað. Þetta ekkert sem við þurfum að kunna hér, en annars staðar, já. Svo munum við líka eitthvað tala beta og bæti. Þá bitin sem sagt 1 eða 0, af eða á, true eða false og oft boolean gildi. Það gildi sem tekur annað hvort 0 eða 1 eða þá yfirleitt true eða false. Við munum vinna með það í forritun. Það náttúrulega bara mjög mikið þar, en í HTML og CSS ekki neitt. Jú, við erum með svona leiðir til að gefa fram svona boolean gildi á HTML elementum, ekki attribúti sem við sjáum á eftir, en annars lítið svona mjög fræðilega hluti. Og svo það bæti sem þessi 8 bitar saman. Við munum aðeins tala það núna eftir í sambandi við stafi. Síðan erum við að vinna með 2 gerðir af forritum, svona gróft og lítið, já, sem þessi GUI forrit, sem þá Graphical User Interface. Við erum í raun að vera að búa til GUI forrit með því að búa til vefi. Þannig að þetta með grafísku notendaviðmóti, þar sem ég nota í raun augun til þess að sjá og skilja hvernig upplýsingum hópað saman og hvað eru settar út og hvernig eiga við aðra hluti í viðmótinu. Og þá vafrinn annað svona GUI forrit, textareitlarnir sem við nota eru GUI forrit. Og það svona það sem maður getur yfirleitt nota mús til þess að klikka sig í gegnum og fara og gert eitthvað svona. Síðan erum við með CLI forrit, eða Command Line Interface forrit, og þá það forrit sem byggja ekki á grafísku viðmóti, heldur byggja á textaviðmóti. Þannig að við lesum texta, við skrifum texta, við sendum textan inn í forritið og fáum tilbaka texta. Og þetta getum við notað gegnum Command Line-ið á Windows með því að opna CMD forritið eða Terminal á Mac eða Linux og bara, já, klára kannski hérna fyrst. Og þetta eitthvað sem við förum yfir þegar við förum yfir þessi tól sem við ætlum að sækja hérna í 7. eða 7. félagstri. Síðan munum við nota textareitlar, það okkar aðalverkfæri og það bara forrit sem leyfir okkur að vinna með texta. Þeir geta verið mjög einfaldir, yfir mjög flókna, þannig að við getum verið með eitthvað eins og Notepad, yfir eitthvað eins og Vim. Margir af þessum textareitlum og sérstaklega þessum flóknari leyfa okkur að sækja viðbætur, stilla allt og gera og græja alls konar hluti. Og það eitthvað sem gott fyrir ykkur að fikta og skoða svona núna í fyrstu vikunum. En við ætlum að nota Visual Studio Code
sem textaritill sem gefin út af Microsoft og vefforrit að því leyti að hann skrifað með HTML, CSS og JavaScript. Þannig að allt viðmótið í þessum ritli skrifað með VF-tækni og alls konar hægt að gera í honum. Við förum bara hérna og byrjum að bara sækja forritið. Einhvern veginn kemur inn tölvuna okkar, við keyrum það upp og þá fáum við eitthvað eins og hérna. Þannig að við slekk bara á hérna og keyrum upp Visual Studio Code. Við gerum samt dregin mistök, en við leiðréttum þau og sjáum hana áhugavert. Please reinstall. Ok, relaunch, lagast eitthvað. Já, þetta var ekkert mál. Þannig að hérna ég með opið möppu á tölvunni minni, þannig að ég fer hérna hér í hægri smelli og geri á þessa möppu hérna og segir Reveal in Finder. Þá fæ ég staðsetninguna á tölvunni minni sem þá hérna þessi mappa hér sem bara grunnmappan sem sama á GitHub sem inniheldur þá allt kennsluefnið og allt dæmin og það. Þannig að ég get opnað hana hérna og ég get skoða hann í Findernum eða í Explorer á Windows og get séð allar skrárnar. Ég get síðan farið inn í textaritilinn og ég get sagt hérna File, Open og þá get ég fundið þessa möppu hér og á þess að velja nákvæmlega skrá, ég vil ekki gera þetta, ef ég bara vel möppuna, opna hana og gera Open að þá opnast hún og allt innihald möppunar í textaritillinum þar sem ég hérna með til hliðar allar skrárnar í möppunni og get síðan farið og opnað einhverja skrár. Síðan þetta að gera ýmislegt hérna eins og að skipta á milli word wrapping og ekki word wrapping, svo þetta setja upp hérna minimap þar sem við sjáum hérna til hliðar í svona stærð á skránni. Það að gera alls konar vinna með færa línur upp eða niður. Við sjáum hérna það fullt af einhverjum svona þannig ég get verið að vinna með texta hérna, ég get verið að blokka og gera alls konar. Og þetta eitthvað svona sem mjög gott, þannig að þetta verkfæri, þannig að það gott að læra það. Það gott að fara í gegnum það til alls konar svona upplýsingar þetta. Hérna ef ég leitið How to learn Visual Studio Code shortcuts. Ég ætla ekki að vera eitthvað prescriptive sem ykkur að nota eitthvað annað, en ég mæli bara með að þið taki ykkur tíma í að skoða. Það að gera alls konar hérna, ég get blokkað, ég get valið eitthvað nokkra línur, ég get gert hérna eitthvað og valið og unnið með eitthvað sagt. Hérna og gert svona. Og í verkefni 2 munum aðeins svona vera með tækifæri til þess að nýta sér svona því að forritun, ef hún eitthvað, þá er það að spara okkur sporin, vera löt. Latur forritari besti forritari. Spurning. Mæli ég með að nota þetta eða eitthvað annað, ef þið hafið ekkert preference, ef þið hafið ekki verið að nota eitthvað, þá megið ég bara nota það, ekkert af því. WebStorm, Atom, Sublime, Vim, Emacs, whatever. Ef þið kunnið á það, bara frábært, notið það. Þetta er ekki textaritils áfengi, en bara að ef þið hafið ekkert preference, þá mæli ég með að nota Visual Studio Code og það eru mjög margir sem nota hana því að hann mjög hraður og hefur mjög mikið svona ecosystem, þar sem ég get farið, ég get sótt svona ákveðin plugin, þannig að ég get sótt hérna alls konar plugin fyrir eitthvað, ég veit ekki eins og hvað helmingurinn af þessu lengur, sem geta hjálpað okkur við það að keyra ýmis forrit eða highlighta eitthvað ef ég ger eitthvað vitleysu. Til dæmis eins og hérna ég að skrifa í Markdown og ef ég gera eitthvað hérna eins og að gera aðra svona, þá fæ ég upp hérna eitthvað svona, ég búinn að setja upp svona sem að segja mér ef ég með einhverja villu, þá getur farið hérna í View Problems, þá opnast niðri hérna svona annar gluggi, þá get ég séð hérna allt vesenið sem í gangi. Þegar við fyrir að vinna með CSS, þá getum við sótt tól sem segja okkur, heyrðu, þú notar þessa hérna en þú notar vitlausan syntax. Þú ættir að vera að nota þetta í staðinn fyrir þetta, þegar annars getur lent í þessu. Þannig að tólið hjálpar okkur ef við stillum það upp. Síðan get ég hérna líka keyrt terminal, sem í raun það að keyra þessa svona CLI tól eða command line interface. Og hérna get ég ég bara í svona skel eða svona shell. Þannig að ég get gert hérna ls, þá ég í möppinu sem ég í, gert hérna -a, þá get ég get farið inn í einhverja möppu og
ég get skoðað hvað er í gangi, ég get farið tilbaka og hér er hún í raun að pikka upp skilina sem ég er að nota. Ég er að nota, það heitir C-Shell eða ZSH sem er default skilin í macOS núna. Þið getur líka verið að gera bass til dæmis, það er önnur skil hérna, eða command line interface eða verið að nota er það Windows. Og þá mun þetta líta aðeins öðruvísi út, en þið hafið samt aðgang að þessu og getið kert svipaða skipanir, en ekki LS, af því það er ekki til, það er til DIR, sem er ekki til þarna, en það er líka til þetta Linux subsystem í Windows sem ég bara er ekki nógu góður í, og PowerShell. Já, þannig að við förum nánar í þetta þegar við komum nær því að þurfa að nota þetta, en núna til dæmis er ég með allt þetta hérna og allir fyrirlestarnir eru sem sagt skrifaðir hérna í þessu markdown. Þannig að þetta er fyrirlesturinn sem við vorum með áðan og ég er bara með vefforrit sem keyrir hérna út, það keyrir forrit sem tekur þetta, þýðir þetta yfir í HTML, CSS og JavaScript með frameworki sem heitir Slides sem býr til í raun þetta viðmót hérna sem við erum með hérna. En núna gerði ég þannig að ég slökkti á vefþjónunum sem ég er að keyra á vélinni. Þegar við sjáum hérna uppi, ég er að keyra eitthvað hérna localhost þar sem ég er að keyra vefþjón sem sér það að servera út þessum glærum. Þannig að ég þarf að fara aftur núna inn hérna og ég þarf að fara í rótina og ég ætla að gera hérna npm run present og þá keyri ég upp þetta forrit. Þetta forrit er bara lítill vefþjón sem gerir þetta sem ég var að segja. Þýðir markdown yfir í glærur. Þannig að nú get ég farið aftur hingað og nú er ég komin aftur á sama stað og ég er að keyra þennan vefþjón. En þetta eru svo textareiklarnir og þetta er verður svona okkar kýr verður inn í textareiklarnir. Síðan erum við erum að vinna með texta og það sem er kannski svona oft á tíðum þegar maður byrjar að vinna í forritun, ég hef ekki gert það, þá þarf maður að gera greinarmun á texta sem hreinni einingu, bara texti sem bara stafir í röð versus stafir sem er búið að formata á einhvern máta. Þannig að hérna er ég með einhverja fyrirsögn sem er með stærri leturgerð og er í annarri leturgerð en meginmálið. Hérna er ég með eitthvað ítaliseringu á stöfunum. Þegar við erum að forrita þá erum við að vinna með texta sem er alveg, skiptir ekki máli hvort að það sé stærri leturgerð þarna eða þarna. Við erum bara að vinna með texta. Þannig að við erum í raun bara að horfa á texta eins og hann er hérna. Það sem er í raun, það er bara tilfallandi að þetta hérna sé syntax highlightað eins og það er hérna, sem er í raun þetta að taka einhvern ákveðin texta út frá syntaxinum, frá merkingabæra málinu sem við verið að skoða, hvort sem það er HTML, CSS, JavaScript eða Markdown og birta í raun einhvern lit. En við erum í grunninn bara að vinna með texta, þannig bara texti sem er svona. Og þetta er ekkert, hvort hann er stærri eða ekki, það er bara mitt. Ef ég vil hafa hann svona stóran, þá get ég gert það. Ef ég vil hafa hann svona lítinn, þá get ég bara stilt það í ritlinum. Ég get farið hérna í file, eða í hérna preferences og ég get stilt alls konar hluti hérna fyrir texteditorinn. Ég get farið og átt við alls konar hérna. Ég get til dæmis valið leturgerðirnar og ég er að nota leturgerð sem heitir operator mono sem er öðruvísi en er í grunninn. Svo er þetta í raun notar CSS skilgreiningar á leturgerðum, þannig að hérna er í raun aðrar leturgerðir sem ég mun nota ef þessi virkar ekki. Og síðan er ég að nota svona ligatures sem því að til dæmis eins og hérna er ég með jafnómerki og stærðinmerki sem breytist í pílu. Þannig að eða 2 jafnómerki verða að jafnómerki sem er eins og ég hef dregið 2 línur og 3 eins og ég hef dregið ekki jafndó verður eins og ekki jafndó. Þetta er í raun upphrópunarmerki samansemmerki verður túlkað svona. Þetta er í raun stilling hjá mér sem ég gleymdi að slökkva á af því að hún gæti verið ruglandi, en þú vitið þið af því að þó þetta líti ekki svona út hjá ykkur, heldur líti svona út án bilsins hérna, þá er þetta að tákna það sama. Og þess vegna er það líka að þegar við vinnum þessi fyrstu 2 verkefni, þar sem við erum að taka bara ofur hráan texta og við erum bara að taka birtingaformið sem að vafrinn skilgreinir fyrir okkur, að ykkur langar kannski til að segja langar að hafa þennan texta aðeins stærri eða feilletræðari eða minni eða eitthvað, þá er það sem við stjórnum í CSS. Þannig að reynið að aðskilja það, að vilja gera það frá því sem við erum að gera í fyrstu 2 verkefnum. Svo fyrir við að nota CSS sem leyfir okkur að gera það. Þetta er svo þegar þið byrjið að skrifa ritgerðina og besta procrastination þegar maður er að byrja að skrifa ritgerð er að velja fullkomna leturgerð, fullkomna stærðir, fullkomna mynd á forsíðuna. Við erum ekki að gera það.
við erum bara djöflast í því að skrifa forritin okkar. Og svo verður þetta svona hægt og rólega að fara að mynda ykkur skoðanir á þessu og stilla textarillarinn ykkar, en þetta kemur allt saman. En já, síðan þegar við erum með vistastafi í skrám, þá þurfum við að skilgreina hvaða stafasett við erum að nota. Og það þá bara hvernig hver og einn stafur sem við erum að vinna með kóðaður í bitum. Og þá fer það eftir hvað sem mikið pláss hann tekur, hvort að við getum í raun kóðað alla stafi í öllum þekktum tungumálum mannsins eða bara stafi í enska stafrófinu sem var það fyrsta sem gerðist í ASCII, og ASCII síðan af því að það má alltaf rekja þetta í einhverju svona sögulegu samhengi. ASCII skilgreint út frá því þegar við vinna með telegrafið sem við vorum með hvernig mest efficient að senda gögn yfir telegraf. Þetta fyrir allt inn í information theory og alls konar svona turtles all the way down þegar þau byrjaði að vinda ofan af einhverju. Af hverju þetta svona skrítið? Bara út af þessu. Þau eru allt í einu komin til 1700 og eitthvað. Þannig að ASCII svona grunn sem við erum að vinna með. Þar A kóðað sem í 7 bitum, ekki 8, sem 110001 eða sem 97 í taugakerfinu. Þá getum við síðan flett upp ykkur svona töflu þar sem við erum að sjá kóðun á þessu enska stafrófi, litli stafir, stóri stafir, tölustafir og svo einhverjir svona stjórnkarakterar. Ég ætla að taka pásu hérna þannig að ég sé að Visual Studio Code, akkurat. En stafagerðin sem við ætlum að nota og ættum í raun bara að nota núna og hugsa núna og síðan bara gleyma heitir UTF-8 og það notar alltaf 4 byte. Þetta er svona variable length kóðun á stöfum og getur táknað öll táknin í Unicode sem staðall, það sem bara fólk sem vinnur að því að kóða og skilgreina hvernig leturgerðir eru. Þannig að þegar þið fáið uppfærslu á stýrikerfinu, Android eða iOS og það eru ný emoji, þá getið þið rakið það alla leið til Unicode Consortium þar sem að fólk situr og skilgreinir eigum við að setja vatnsmelónu eða ekki inn í Unicode stafi. Og þið getið komið og þið getið lagt til proposal það að það eigi að taka inn nýtt tákn í Unicode fyrir emoji. Og þá það í raun stöðlun, af því að þegar maður að vinna í svona, þá stöðlun lykill í þessu, sem þýðir það að ég kóði eitthvað hérna sem einhverjar sparkles, það birtist rétt hér og það birtist rétt í öllum tækjum sem kunna að lesa UTF-8. Það bara út af stöðlun. Staðlar það svona heilagi bókstafurinn í þessu öllu saman. Þannig að við getum lent í því að fá okkur svona og þegar kannski lent í því að opna eitthvað eða þið heiti til dæmis einhverju með broddstaf eins og ég heiti svona staple. Mörg ár hét ég Sli hjá Amazon út af því að þá tóku þeir stórt Ó af því að Bandaríkjamenn kunni ekki að fara með broddstafi og breyttum yfir í S. Einhvers staðar tapaðist einhver gögn, ég hét Sli í mörg ár. En þá þetta út af því að við erum að reyna að birta textan okkar í öðru stafasetti en hann vistaður í. Og þetta eitthvað sem við getum lent í núna fyrst, en við ættum núna bara, þetta ekkert mál, en við getum lent í því. Þannig ef ég fer núna hérna, ég skrifa halló, ég vista, ég fer hérna bara á desktop, við kallum þetta bara eitthvað STF, nú þetta bara eitthvað skrá sem vistuð hérna, þá sé ég hérna niðri, ef ég færi þessa stíku aðeins, að hún nú ætlum hún fari, oh my god, ég sjá þetta ekki að zooma en ég að reyna að færa hérna zoom-stikuna til, svona, þá sjá ég hérna niðri að hún vistuð í UTF-8 og hún hérna með line ending code, select end of line sequence sem line feed sem stafurinn line feed, LF eða \n sem skilgreinir þá að nýjar línur eru táknaðar með þessu escape af formi hérna. Þegar ég gerir núna svona, þá fæ ég þetta eitthvað annað og þetta mismunandi á milli stýrikerfa. macOS og hérna Linux nota LF, Windows nota CRLF. Þá carriage return, aftur
carriageið á ritvélum þar sem það þarf að slá tilbaka alltaf þegar þú ert búin að klára línuna þína. Þannig að einhver hluta vegna það svona, það ekki hægt að breyta í dag þegar það brotnar bara allir hlutir. Þið munið lenda í þessum vandræðum ef að þið munið vinna saman hópverkefni þar sem eitthvert ykkar á MacOS og annað á Windows. Það munið lenda í þessu. Nú get ég sett farið hérna og ég get sagt, ég ætla að save þetta með eitthvað encoding eins og Windows 1252 sem var áður en UTF-8 varð allsráðandi og nú þetta kóðað í því, allt í góðu. En núna vill ég open, gera open og gera hérna, hvað man ég aldrei, open with Ok, allavega, ef ég myndi núna að opna þetta skjal og ég tilgreini stafagerðina sem ekki Windows hérna, nú opnast þetta og þá óið, út af því að það ekki ASCII stafur, þá það orðið að þessu spurningamerki. Þetta spurningamerki kallað tofu, af því að það finnst engin stafur í birtanlegu stafasetti sem birtir það. Og þetta getur bæði orðið svona eða hitt sem við sáum áðan, en núna ef við gerum hérna reopen with encoding þá fáum við þetta rétt. Þannig að þetta stafasett. Textaritlar og vafrar, það okkar verkfæri. En síðan við að nota, erum við að vinna yfir internetið og internetið bara netkerfi fyrir mörg hundruð milljón, ef ekki fleiri tölva. Nota TCP/IP, fyrir ekkert nánar í það. Það margs konar kerfi sem nýta internetið. Vefurinn nýtir internetið, tölvupósturinn nýtir internetið og svo framvegis. Við notum síðan IP-tölur og það í raun að því leyti að hérna eitthvað sem að gera eitthvað sem heitir localhost. Það ekki IP-tala, en IP-tölur eru sem sagt tvenns konar. Það version 4 sem eins og svona, nei ekki svo svona, heldur svona. Þetta IP-tala, IP version 4, en það var bara gert ráð fyrir að internetið ekkert svo stórt. Þannig að það bara 4,3 billjón IP-tölur. Það kláruðust í kringum 2010. Þannig að núna ganga svona netkaupum og sölum og kostar bara mikið að fá blokkir í þessu. Síðan við með annað kerfi sem heitir DNS sem túlkar eitthvað hostnafn eins og hi.is yfir IP-tölu. Þannig að þetta til dæmis IP-talan á vefþjónunum sem hýsir hi.is. Síðan við með þessar IPv6 tölur, þær töluvert fleiri og töluvert erfiðari í lestri. Síðan svona ákveðna leiðir að droppa hérna þessum nullum og eitthvað svona, en aftur, þið munið hugsa að sjá svona tölur, en þið þurfið ekkert að hugsa þær í þessum áfanga. Síðan við með þetta hérna 127.0.0.1 eða localhost sem að mappast í þetta og það það sem við sjáum hérna uppi. Þess vegna ég hérna að gera eitthvað á localhost og þið hefur kannski lent í þessu ef við þurft að gera eitthvað við routerinn heima hjá okkur, þá við með annað svona sér net sem frátekið sem 192.168.1.1 og þá það yfirleitt routerinn og svo fá all tækin sem komin á netið eitthvað aðra IP-tölu. En vefurinn, World Wide Web, sem sagt að nýta internetið til þess að gera vefi aðgengilega og í grunninn þetta við erum með einhverja vefsíður sem HTML skrár og þar eiga sér eitthvað URL. Það sóttar yfir eitthvað sem heitir HTTP sem samskiptaprotokoll eða samskiptastaðall sem stendur fyrir Hypertext Transfer Protocol. Og á einum endanum höfum við einhvern vefþjón sem svarar beiðnum fyrir URL yfir HTTP. Hann hefur einhver ákveðna IP-tölu og yfirleitt eitthvað lénsheiti, hi.is eða hérna localhost resolver í 127.0.0.1 og þessi vefþjónn kann að taka við þessari fyrirspurn og túlka hana í eitthvað sem sést. Síðan höfum við port, það í raun eitthvað opið port sem þið ef einhver spyr, hei, kemstu inn hérna og getur talað við þig, kanntu HTTP? Og þá segir svarið annarkvort já og talar þennan samskiptastaðal eða þú fær ekkert svar eða bara lokað og læst. Og þá þetta tengt við eitthvað prósess á vélni.
Þannig að núna ég hérna að keyra eitthvað prósess sem að þessi hérna prósess, hann bara þarna, tekur við beiðnum frá netinu, en bara netinu mínu. Þið getið ekki nálgast þetta því þetta bara ísolerað við mitt net. Reyndar ef þið eruð á sama innanhúsneti hérna, þá getið þið fundið IP-töluna mína og komast inn á þetta. En þetta ekki aðgengilegt út á internetið. Þið getið ekki opnað þetta hvar sem í heiminum. Staðlaða portið port 80, en eins og ég hérna að keyra port 1948 og það port 3000, 8000, alls konar port sem eru notuð svona í þróun. Þetta svona þróunar einhverju. Síðan annar port fyrir dulrita hérna samskipti yfir HTTP yfir TLS eða SSL, sem yfir alltaf HTTPS. Og þetta svona, við munum fara að vinna svona, seinni í vinninni, þar sem við erum hérna að keyrum okkar eigin vefþjóna. En í fyrstu, þá munum við nota vefþjónu sem hjá HÍ. Ef að þið eru að reka ykkur eigin vefþjón eða hafa eitthvað annað, þá ykkur frjálst að nota það líka. En þið hafið þetta heimasvæði þar sem ég get farið og sett inn skrá og gert hana aðgengilega yfir internetið. En HTTP þessi samskiptareglur sem skilgreina bara það hvernig vefþjónninn talar við tæki, yfirleitt vafra, gæti verið eitthvað annað, og skilar HTML tilbaka. URL síðan þessi staðsetning, þar sem ég byrjaði að staðsetja eitthvað á hvaða vefþjónur að fara, á hvaða port hann, og svo fer ég jafnvel niður, ég segi hérna mappa 01, skrá 01.2.ingangur.md, svo kemur eitthvað oktoþorp hérna eða hashtag 390. Svo þýðir þá í raun að ég með þessu hérna urli búinn að staðsetja mig nákvæmlega á þessari glæru í þessari kynningu á mínum vefþjón sem að keyra. Þannig að ef ég reloada, þá fer ég beint aftur hingað. Ef ég fjarlægi þetta hér, þá fer ég aftur á byrjun. Þannig að þetta raun að staðsetja okkur. hi.is, ég fer á forsíðuna á hi.is. hi.is/nám, ég fer á undirsíðuna nám. Þannig að það það sem að urlið gerir og í raun samastendur af þessum nokkrum pörtum. Þið gætu heyrt að þessi talað URI í staðinn fyrir url, en það svona tæknilega rétt í sumum tilfellum, en það í raun verið að samræma bara orðanotkun og kalla þetta alltaf url. Þannig að þá notum við vefþjóninn, vafran, urlið til þess að finna eitthvað og endanum lendum við vonandi á einhverju vefsíðu og vefsíðan í raun HTML, CSS og JavaScript. Ef þið eru að nota eitthvað annað, þið eru að nota React eða Vue eða einhver önnur svona nýtísku framework, þá það allt á endanum þýtt yfir í JavaScript. Fyrir utan ef þið eru að nota WebAssembly sem svona mjög ný tækni sem við ræðum kannski aðeins meira í lok námskeiðsins, en það alltaf á endanum verið að birta ykkur HTML, CSS og JavaScript. En síðan, fyrir flóknari vefsíður, þá eru stundum með svona bakenda sem þá í raun eitthvað sem keyrir á vefþjónunum áður en að þetta fer til ykkar sem notendur á webnum. Sjáum aðeins meira það eftir. En svo vafrinn, það sem ég að keyra núna, ég að keyra hérna Firefox, aðri vafrar eru Chrome, svona, algengasti vafrinn, Safari, vafrinn sem þið verðið að nota ef þið notið iOS, eini vafrinn sem að Apple leyfir á iOS-tækjum, þó svo þið notið Chrome eða Firefox eða hvað sem það að nota bara Safari, bak við tjöldin. Allt Safari og fleiri, og þarna á bakvið gífurlega löng og áhugaverð saga. En þetta forrit sem leyfa okkur að birta alls konar efni og byggja á þessum opnu stöðlum sem í raun skilgreina bara hvernig HTML, CSS og JavaScript virka. Þannig að við getum haft marga vafra, allir birtaðir vefinn okkar í 99% tilvika eins, en það geta alltaf verið einhverjir boggar. En við erum að skrifa vefforrit, en vefforrit ekkert sérstaklega vel skilgreint hugtak. Það ekki bara við eitthvað sem bara HTML, CSS og JavaScript, það oft. En Compass líka það að skrifa þarna á bakendanum eitthvað sem keyrir kannski í Python eða í Java eða í C# eða í Node.js á bakendanum, keyrir vinnur með einhverja gagnagrunna, keyrir einhverja keyslur, gerir eitthvað og græðir eitthvað, skila síðan í framöndan. En yfirleitt þetta notað forrit sem að hafa url, aðgengilegt á vefnum, svo yfir internetið, og nýtir veftækni til að útbúa vefnumnot. Og
eins og ég sagði áðan, það eru samt mörg forrit sem ekki vefforrit sem nýta veftæknina eins og textaritlar, eins og Visual Studio Code. Allur Spotify klientinn, hann er skrifaður í HTML, CSS og JavaScript. Þið getur meira að segja decompile, það er ekki eins og decompile. Þetta er bara, þau eru bara að opna þetta sem zip og þá sjáum við bara fullt af HTML og CSS inn á baki og JavaScript. Margir leikir og það er hægt að gera í raun með hverju ári meira í vafra með veftækni. Það eru allir vafrar komnir með þrívíddabirtingu, það er hægt að nota WebGL sem leyfir okkur bara að búa til það sem okkur langar til. Þannig ef þið opnið einhvern vef sem alveg eitthvað þrívíddadót, þá er það bara staðlar. En frammyndin er sem sagt þetta sem við kallum frontend eða client side. Það er þessi sem er bara HTML, CSS og JavaScript. Það sem við notendurnir sjá og nota. Og það er það sem við erum að fara að læra. Við erum ekki að fara neitt dýpra en það. Þannig að þegar við erum búin að læra núna þennan grunn, af því að til þess að geta orðið góð í vefnum þá þurfum við að vera með mjög góðan grunn í því á hverju þetta allt byggir. Þá getum við farið að nota síðan einhver svona tæki og tól sem hjálpa okkur að verða meira productive og þau gefa okkur svona ýmsa virkni. Og þá getur þetta eins og verið eins og React eða Angular eða Vue. Og það er eitthvað sem við förum yfir í Webfrontend 2 en núna erum við að einblína þetta. Þið getur haldið, svolítið takmarkað. Ég geti kannski bara lært HTML, CSS og JavaScript á 2 vikum. En þar hafið þið rangt fyrir ykkur ef þið eru að hugsa það. Af því þetta er mjög lúmst og þetta er það dýnamískt núna og það er svo mikið að gerast á vefnum að það eru bókstaflega að koma ný virkni á vefnum í hverjum einasta mánuði. Koma ný virkni í CSS, koma ný virkni í JavaScript og í vöfrum og vafrarnir eru að pikka upp og útfæra og þetta er bara hvert ár er skemmtilegasta og besta árið til að vera að vinna á vefnum. Backendin, kallaði backend eða server-side, er sá parturinn af þessu sem verður til á vefþjónunum og er það sem kemur tilbaka yfir HTTP þegar við erum búin að biðja það frá klientum okkar. Svo getum við heyrt full stack og þá er kallaður full stack forritari, það er forritari sem getur unni bæði backend og frontend. En þetta er svona oft þá þarftu að reyna að velja í hverju ætlar að vera lélegur, af því að það er mjög erfitt að vera mjög góður í báðum. Og þá er þetta backendin er yfirleitt á einhver vefþjónn, eitthvað forrit sem keyrir, einhver skrifaði kóði og svo einhver gagnageymsla eða eitthvað, gagnagrunnur, MySQL, Postgres eða eitthvað svoleiðis þarna bak við. Og þetta getur verið alls konar umhverfi. Þannig ef ykkur finnst þetta skemmtilegt og þið vilja læra meira, þá er Webfrontend 2 valáfangi á öðru ári sem þið getur tekið í framhaldinu og þá munum við ná utanum allan þennan heim. Þannig að, þvílík mynd. Við verðum hér. Við munum kíkja aðeins hvernig HTTP virkar til þess að við erum að sækja svona einhver ákveðin gögn þegar við fyrir að gera eitthvað svona þar sem við sækjum eitthvað og birtum eitthvað og ít á takka og þá gerist eitthvað. En þetta verður okkar. Síðan þegar þið farið núna að brasa og gera eitthvað og ykkur finnst, þið skiljið ekki alveg eitthvað sem ég er að nefna, ef við heyrt eitthvað og þið farið að leita eitthvað að einhverju, þá er ekkert að því. Það er bara minnsta mál að nota vefinn til þess að leita sér hjálpar. En reynið samt alltaf sjálf. Og þá viljum við mæla það í klukkutímum, ekki í dögum. Þannig ef þið komið til mín og segið ég er bara búin að vera stökk og ég er búin að vera að reyna þetta í 3 daga, þá er það mjög leiðilegt. Þegar yfirleitt er þetta reynið eitthvað í smá tíma, spólið aðeins en ekki vera of lengi. Tjekkið á Slack, leitið á netinu, heyrið í mér, heyrið í samnefndum ykkar en samt ekki gera það strax. Þetta er svona þessi fína lína að gera þannig að maður fattar og að berja haustum hugsanlega upp við rangan vegg í alltaf langan tíma. Og þetta er það sem ég og dæmendumkennararnir erum til staðar hérna fyrir ykkur. En svo aftur eins og ég sagði áðan, ef það er eitthvað sem ykkur finnst vanta í yfirferðinni, látum við vita, eða eitthvað sem við viljum fara betur í, látum við vita og við rettum því. Þannig að við finnum út úr þessu allt saman. En ef þið farið síðan á einhver eigin vegferð að leita ykkur að hjálp, þá eru mjög margir resursar úti. Sá besti er MDN eða Mozilla Developer Network. Mozilla er fyrirtæki sem gefur út Firefox og er í raun á sér mjög skemmtilega sögu.
Stack Overflow svona community forum þar sem að fólk getur farið inn og upvotað og spurt spurninga og gert alls konar og kommentað og komist að einhverju. Gomma góðum upplýsingum þar. Kosturinn þar að ef ykkur að fara með fleipur þá yfirleitt ykkur sem segir svona bara bendi ykkur að þetta svar frá 2002 í dag myndum ekki gera svona endur hinsegin eitthvað. Þannig að þá sjáu þið það eða lesið þetta svolítið svona heildstætt. Ekki bara fara inn, copy-paste og reyna svo þetta virkar ekki. Og svona lesið aðeins kontexti í kring. Ég mæli ekki með W3 Schools. Við erum bara með svona SEO juice sem þýðir það að þau birtast oftast eða leita einhverju tengdu HTML. Þá það þarna. 80% tilvika það bara rétt. Hinn 20% það ekki rétt. Og þá getið þið verið að sækja einhverja slæma ávana. Þannig ef þið að leita einhvern til þessu HTML body og ég kem hérna, ég reyndar að nota hérna DuckDuckGo en hérna kemur þetta fyrst. Body tag. Þetta ekki tag, þetta element. Þannig að MDN, bæti því við, þá fæ ég hérna the document body element. Hárrétt. Þar getur farið inn og ég getur skoðað. Þetta bara miklu dýpra. Það farið nákvæmlega yfir að þú veist, hérna búið að deprecate eitthvað sem þýðir að þetta ekki lengur við, ekki lengur við. Við getum farið hérna niður, við getum séð vísun í staðlana, hérna er vísun í HTML staðalinn. Við getum séð hérna hvaða vafrar styðja hvaða feature. Þannig að við getum séð hérna frá með hvaða útgáfu þetta stutt og við getum séð svona tengt. Og þetta allt svona community drifið, þetta keyrt áfram af bara open source contributorum sem að fá greitt einhverju leyti í gegnum fyrirtæki eins og Mozilla eða Google eða einhverju svo stóru risum hann úti og af því að þau eru community drifin og keyrð áfram af fólki sem að vinna í stöðlunum einhverju leyti líka, þá þetta bestu upplýsingarnar. Þannig að Mozilla Development Network, MDN, þangað sem þið viljið fara. Svo þeir með eitthvað svona mjög specific, það ekki bara eitthvað svona hvernig virkar þetta, bara svona, já, ég ætla að lesa mig til þetta, þetta bara svona, ég hélt að þetta blátt, þetta rautt, af hverju? Þá getið þið fundið, þú veist, background color, HTML body eitthvað, og þá myndið þið svona lenda inn í Stack Overflow og þá eitthvað sem að spyrja spurningar sem svona mjög líkar ykkar og þá getið þá komið ykkur á réttan stað. En núna erum við komið með þennan grunn, við veitum svona cirka hvernig þetta að flæða þarna milli. Þannig að núna var ég með þetta skjal mitt á hann, ég ætla bara að búið til eitthvað nýtt hérna. Ég ætla að segja hérna H1, halló heimur. Og ég ætla að vista það, ég ætla bara að vista hérna desktopnum mínum. Eða segjum hérna, ég bara að fara að vinna hérna verkefni 1. Ég ætla að búið til nýja möppu sem heitir Web1. Ég ætla að gera index HTML. Það ástæða fyrir því, eftir okkur heitir þetta index. Það ástæður. HTML endingin, þetta HTML. H1 element, sem þýðir heading 1. Það vantar eitthvað aðeins annað sem við sjáum núna eftir. Nú ég búinn að búa til HTML-skjal. Nú ætla ég að fara hérna og ég ætla að segja reveal in Finder. Þannig að hérna mappan mín með þessu skjali. Og nú getur bara hreinlega tekið það hérna og gert nýjan tab hérna og dregið það hingað og ég hérna með wow. Það kominn vefur. Fyrirsögn, og svo get ég farið og ég get skrifað eitthvað texta hérna fyrir neðan og ég get farið hérna og reloadað, textin minn kominn. Það eitthvað bil hérna milli. Þetta bil sem að vafrinn skilgreinir og þetta ekki eitthvað sem við erum að hugsa Nú getur við eitthvað, ég vil að þetta sé akkurat hérna við hliðina. Reynum að bæja þeim pælingum frá þannig að við fyrir í CSS. En nú ég komið þetta, þannig að þetta komið. Ég með ritirinn minn, ég að skrifa HTML mitt og gera græja. Ég með vafran minn, þar sem ég sé hvernig vafrinn tekur HTML og túlkar það eftir stöðlunum og eftir þessum reglum og allt því sem við höfum eftir að fara yfir á skjáin. Þarna sjáum við síðan að ég ekki að nota HTTP, heldur ég að nota eitthvað hérna sem heitir file, ____. Og þetta í raun ekki að nota vefþjón. Þetta í raun bara virkni í vöfrun sem mér að opna skrár í stýrikerfinu mínu. Þannig að þetta virkar og mun virka núna í fyrstu fyrir okkur, en á einhverjum tímapunkti mun þetta ekki virka og þá skiptum við að keyra okkar eigin vefþjón til þess að þróa hluti á tölvunum okkar. En það sem við viljum núna gera að ég vil núna taka þetta og ég vil deila þessu með alheiminum eða svona, þeim sem eru nettengdir. Þá getur notað FTP sem gömul og góð
virkni til þess að transfera file, það notar internetið, SFTP er Secure FTP. Þannig getum við fært hluti yfir á vefþjón. Þannig þá opna ég skráarkerfi á tölvunni minni og ég opna skráarkerfið á vefþjónunum og ég get fært skráar á milli. Geggjað dæmi. Og þetta getur þið gert á heimasvæðinu ykkar og hérna er þetta og þetta er, já, þetta verður alltaf svona meira gamaldags svona en ég held að það sé mjög hollt af því að það eru actually verkefni en þá þarna út í dag þar sem að þetta er bara leiðin sem við notuð. Það er ekkert að því. Síðan erum við með forrit. Þau eru svo 2. UTS er ennþá að mæla með FileZilla en FileZilla gerðist einhver forritari fékk borgar mikinn pening til þess að gera það að svona malware árið 2018 og ég misti allavega alla skoðun á því en það er til annað sem heitir CyberDuck sem er ekki alveg notendavænt en virkar. Þannig að við getum sett það upp fyrir Macintosh eða Windows. Svo ef við erum að keyra Linux þá er þið bara on your own. En ég get keyrt hérna upp CyberDuck eftir ég er búinn að sækja það. Þá er ég með hérna, þetta eru transfers, ég fer hérna og ég ætla að fara í window og nei, þetta er fyrsti gluggi. Þetta er einmitt, ég opna þetta og ég er bara eitthvað, hvað nú? Eitthvað svona mjög áhugaverð íkon hérna, en Open Connection. Þannig að hér fer ég, og hérna ef við skoðum það sem það stendur hérna, já ég lokaði mér þess að, hérna, FTP, fer hérna, ég set host, Katla, ég set notendanafnið mitt, hérna HÍ, og ég skrifa lykilorðið mitt, ég gerir connect. Hérna niðri stendur, hérna niðri er statusinn, ok, unsecured, ég glemdi að gera hérna að velja uppi SFTP, sem þýðir í raun ef ég tengist þessu og ég er á einhverju neti núna og þið eru á sama neti og þið eru búin að setja upp svona sniffar alla trafíkina, þá er þetta ekki dulkóðað. Ég skrifa bara lykilorðið mitt, þið sjáu trafíkina og þið sjáu lykilorðið mitt. Þetta er svona ástæðan fyrir það búið að vera að kenna ykkur núna alltaf að sjá lásinn á öllum vefjum sem við sjáum hérna uppi, lás. Þetta fyrir yfir HTTPS, þetta er öruggt, þetta er dulkóðu samskipti. Tengjumst, þá kemur hérna opening, authenticating, list in directory. Hérna sé ég núna þessar gráu hérna, jú, það sést á skjávarpanum. Þetta eru svona faldarskrár og ég þarf að kveikja á þessu hérna. Svona fáið þetta í grunninn. Þetta er bara frá því að ég var nemandi hérna með HÍ. Ég fer hérna og geri show hidden. Ég finn hérna möppu sem heitir .public_html. Þetta er í raun mappað yfir á vefþjóninn hjá UTS sem leyfir í raun ykkur að setja ykkur upp sem er aðgengilegt af internetinu. En hér er ég með möppu sem heitir webforritun. Hérna er í raun gamla efnið á henni farið allt yfir á GitHub. Það er ennþá aðgengilegt hérna. Ég get farið hérna. Ég get farið aftur hérna í Finder, farið upp eitt level, ég tekið þennan gaur, get dregið hann hingað, þá fæ ég upp transferklukkan og þá eru núna hérna að uploada þessu og þá sjáum ég að mappan er komin hér er komin þetta og nú er ég búinn að senda þetta yfir á skráarkerfið á vefþjónunum þarna og þá sjáum við hér í þessu hérna, ekki vísa ekstra hérna, nei, það er ekki eins og þetta. Þá er það hérna, við förum inn á notendur.hi/tilda/osk1 sem er notendanafnið mitt, gamla notendanafnið mitt, nemendanotendanafnið mitt. Þá sé ég hérna, þetta er að nota Apache vefþjóninn sem gefur mér svona default. Ég heiti hérna WAF1. Ég er það sem ég var með, en ég er með brenglaða stafi út af því að vefþjónninn segir öll skjöl sem komið frá mér eru sjálfkrafa í ISO 88591 stafagerðinni en UTF-8 var það sem ég visti þetta í Visual Studio Code þannig að leysum úr því á eftir en þetta er það sem við þurfum í raun þetta er svona verið flæðið okkar í byrjun vinnum eitthvað hérna höfum út eitthvað HTML síðan eitthvað CSS sjáum það virka í vafranum síðan verður eitthvað skil og þá takið þið þetta og þá eru þið svona ok, nú er ég búinn að vinna nú er ég að færa þetta yfir í það sem ég er að skila þessu
Og þetta bara sama og maður að gera í stærri verkefnum, hvort sem maður nota React eða eitthvað annað. Ég bara forritað tölvu minni, ég að keyra allt hjá mér og síðan á einhverjum tímapunkti þetta komið gott, ég tilbúin að gefa þetta út og þá búin til einhver svona útgáfa sem fer á einhvern stað. Hvort sem maður gegnum einhvern annan vefþjón, einhverja hýsing út í heimi eða bara gegnum FTP. Þannig leikur öðrum fyrirlestri. Einhverjar spurningar? Allt klárt. Engar spurningar hér. Ef ykkur dettur eitthvað í hug þá getið þið hendi líka inn á Slack og ég bara svaraði hér seinna eða þið getið spurt mig á eftir. Við skulum allan að taka aðra 10 mínútna pásu áður en við klárum þetta í dag.